Já, í umfjöldun okkur kvótakerfið oft komið fram að þeir sem hafa gagnrýnt kvótakerfið hafi, það hefur ekki verið kallað á þá í viðtöl eða til ráða gerða þegar stjórnvöld eru að skipuleggja stefnuna. Mér annars hefur komið fram að skarpasti gagnrýnandi kvótakerfisins, Jón Kristjánsson fiskifræðingur, sem gagnrýndi það frá upphafi að það hefur ekki verið talað við hann til dæmis í Ríkisútvarpinu í háaherrastíð. Þetta undur og stórmerki gerðist í dag, í morgun, að Jón Kristjánsson var kallaður fyrir stóru sáttanemndina, auðlindin okkar sem að Svandís Svavarsdóttir heldur úti. Og Jón hingað kominn. Velkomin Jón. Góðan daginn. Og til hamingju með þennan áfanga. Já. Fannst þér þetta ekki merkilegt að fá þetta erindi? Jú, ég sagði kannski ekki þetta verið tækifæri lífsmins en það mér finnst alveg komið að því að maður fá að tjá sig. Og það kom... Má ég spyrja þínu áður. Réttið þú upp hend eða leituðu til þín svona... Já, ég ætla að fara í það. Það var þannig að það kom skýrsla í hálfleik. Við erum búin að vinna þetta mjög mikið stór og þykk skýrsla hvað þeir hefðu fjalla og tillögur þeirra, ýmsar tillögur. Ég tók eftir því að það var engin tillaga sem að snerti stjórn fiskveiða, það er að segja ekki kvótakerfi sem slíkt. Kvótakerfi er afleiðing af stjórninni. Vegna þess að þessi stjórn, því var lofað á sínum tíma að ef við færum nú eftir þessum ráðleggingum vísindamanna, þá myndum við veiða hérna 500.000 tonn af þorski á ári. Stöðugt. Stöðugt. Og skilyrðin, þetta ég fann á, þeir afneitaði að þeir hafa ekkert lofað því, en ég náði blaðagrein frá 75, þar sem að kemur fram í grein frá Hafró að álitið er að þorskstofninn geti gefið af sér 500.000 tonn á ári, en til þess þarf að minnka sóknina helming. Og það þarf að vernda smáfisk svo að fá að vaksa. Og það þarf að almennt að draga úr veiðum á þessu. Þetta var síðan Lúðvík, hann las nú þessa svörtu skýrslu sem kom, þar sem þetta var fyrirskipað, og hann tók upp símann og ég þekkti aðstofamannars. Hann tók upp símann og hringdi nokkur símtur út á land og spurði hvernig gengi og hvernig var ástandið. Svo sagði hann, þetta setjum við nú bara í körfuna, sagði hann. Þetta er bara allt í lagi, við hlustum ekki á svona. Þetta á sín tíma þá voru þessi rök og við rökin notuð til þess að reka Bretan út. Það var bara aðal vopni, ríksútogarar og fiskur allan sig og fljótandi döður og ég veit ekki. En ég sá það, í þessari skýrslu var ekkert minnst á þetta. Það var ekkert mynd á það hvort það gæti verið einhverja aðferðafræðinni. Það er svo í skýrslunum sem núna Já, og þar segja þeir til dæmis að þeir sjá ekki til að vera vesinarsnett í Hafró, en það þurfa að auka fjárveitingar til þess að geti elt sína rannsóknir. Mér fannst þetta alveg forkastanlegt og það var ekki talað við einasta gaggrínenda svona þeim stóru nema Artur Bóasson. Hann kvartaði nú yfir því hann hefði ekki komist að þarna í nefndinni. Ég benti ráður á það að ég sem aðal gaggrínandi hefði ekkert verið spurður og kallaði til þessara nefnda. Það voru á annað 100 viðmælendur til að afla sem viðtakastar þekkingar. Að ég hefði nú ekki verið kallaður til og alveg sama hvað þeir fyndist það sem ég hef segja, þá er það ekki það. Þeir vissi ekki, ignoreruðu mig. Og sem meira var að síðan voru ýmsir greinalisti sem fjallaði málið. Til ítarlestrar? Já. Þar var ekki grein sem að hét úttekt á gagnrýni á Hafrannsóknastofnun gerð árið 2002 að beiðni Árna Matthísen vegna þess að þá var ægilegur skellur þeir héldu að það var hann á árangri. Ég var nú búin að segja að þetta verður ekki svona. Stofninn fer niður vegna þess að fiskurinn er að horast, þannig að ég dunda sér.
og ég sagði frá þess á fundi í Rotary Club Reykjavíkur, kom þá hvað stundum að flutti erindum lax og silung og svona ýmislegt bara og ég sagði frá þessu að þetta myndi ekki fara svona, þetta myndi fara niður. Þá spruttu upp Kristján Ragnarsson og Þorsteinn Pálsson hundskömmuðu mig fyrir að vera segja svona djöfstellu þetta gengi ekki nefnir við þráttuðum aðeins það, ég farið rauk fyrir málu mínu og þetta ekkert svona, þetta í góðum höndum og allt það. Endaði með þess að, heyrðu, ég mæti eftir 3 ár, við slúum að ræða þetta þá. Og svo kom ég eftir 3 ár og þurfti að segja einu sinni I told you so. Gaman að því svolítið. Svo lýsa ég sendi henni erindi það að ég finnst þetta ekki gott og að við gagnrýninu erum beittir þöggun og hvort henni finnst það bara í lagi. Síðan hún svaraði ekki þessu bréfi svo allt í einum að mánuði setna kemur beiðni hvað til mín hvort ég vilji halda erindi fyrir þá, þessa stóru nefnd. Ég segði náttúrulega já og að koma beint frá því núna. Og ég svona vandi að segja málið á 20 mínútum. Það er tíminn sem þú fékkst. Það er tíminn sem ég fékk sko og svo voru umræður á eftir og ég bara valdi þannig efni og svo bara voru þeir ekkert að stoppa með aðan ég held áfram. Það var skamaði hann alveg og svo var bara rætt en þarna var sami hluturinn eins og oft hefur komið fyrir þegar ég mæti fyrir annarkvort Alþingi eða fiskveiðinefnd eða eitthvað. Þarna voru 2 gæjar frá Hafró, forstjórinn Þorsteinn og einhver annar og mér semur ágætlega við Þorsteinn sko. Þannig að það sé, menn þetta ágætt piltur og þó að þessi með ólíka afstöðu til fiskveiðistofnunar. Hann var náttúrulega spurður fyrstur og þessir hafrámenn, þeir eru náttúrulega algjörlega ósammála þessu. Það væri ekki svona eins og ég segi, það voru svona að finna ýmislegt að og það var alveg greinileg skildur, sko, það hefði bara breyst skil, ég sagði það að eftir að kvótakerfið tekið upp þá minnkar nýliðunin vegna þess að þá að fara að takmarka veiðar á fiski niður upp í 20% skilur og þá ekki tekið úr stofninum eins og þarf að taka til þess að halda honum gangandi í fullri funksjón sko. Þá bara oflítil fæða fyrir það fiska sem eru. Já, og þá kemur ekki ungvið, það ekki pláss fyrir það. Það ekki hvorki fæði, niður pláss. Þannig að það vex ekki eða jafnvel að þorskurinn étur það? Það stigsmunur, það er frá 220 nýliðum á ári niður í 130. Og hann svaraði því nú til að það hefði breyst einhvað í sjónum sem gerði það að nýliðun hefur verið miklu meira og hann vildi ekki tengja það við veiðarnar. En ég tengdi við það vegna þess að það veitt og lítið. Svo sýndi ég nú fram á það líka að eina þeirra kennisetningum að stækka hrygningarstofn til þess að fá meiri nýliðun, meiri fisk og meiri afla. Ég sýndi nú fram á það að hrygningarstofn síðan 2005 hefur farið gríðarlega stækkandi. Hann stærri en hann hefur verið í sögunni nokkur tíman á þess að nýliðun breytist. Þannig að nýliðun ræðst að fæðunni í sjónum ekki fjölda mæðrana á legudild. Þetta hefur ekki staðist, þetta loforð, en þeir segja oft sko, já þetta gæti nú verið tilviljun eða eitthvað, þeir skilji ekki samhengi. Svo ég var að grípa meiri gögn svo frá Færeyjum og Írlandi, þar sem að ég sýni fram á það að þegar stofnin stór þá eru foreldrar þeirra fáir. Foreldrar litlu göngurnar stóra gangan. Og þessi litla ganga gerir svo stóra gangu. Þetta náttúrulega augljóst hverju manni, þar að segja. Þetta ekki augljóst þegar þú segir þetta. Þá útskýrðu það betur að þegar það eru fáir foreldrar að þá kemur upp stór barnahópur, að þegar eru margir foreldrar að þá kemur upp lítill barnahópur. Já, af því að það maturinn. Þegar eru fáir foreldrar þá er stofnin lítill og fæða í yfirmagni. Þannig að fleiri ungarnir koma í gott matarfat. Og fleiri komast á legg frá hverjum foreldri. Já, og það vantar fisk í stofnin, ekki satt?
það er atvinna, þegar eru margir þá er atvinnuleysi. Þannig að þetta er bara svo, sko þetta er ekki skoðun mín, þetta er bara staðreynd. Já, og þér finnst þetta augljóst, en Hafrannsóknastofnun hefur ekki fundið þetta augljóst í meira 40 ár. Nei. Ég held að það fyrir að vera 50 ár. Svo er annað sem kom upp líka, sem ég var nú að gagnrýna við á, að Íslandi þeir segja, meðalþyngd 3 ára þorsks er X. Hvaða 3 ára þorsk? Meðaltal allra þorska í landinu. Eða sem veiðast í rallinu. Ég hef búin að hins vegar sjá það og gera sjálfur athugunar á því. Það er allt annar vöxtur og þorsk í Tálknafirði heldur en hann er í Arnarfirði. Vegna þess að það eru fæðiskilurinn sem skapa stærðina. Og býtu, svo steypa þessu öllu saman. Þetta er alveg eins og þetta fræga meðaltal að setja með fótinn í 40 gráðum og hitt í 12 gráðum og hafa meðaltali helvíti gott. Nú skal ég ekki banki. Já, skilur mig. Já. Þetta er augljóst eða hverju manni, en einhvern veginn eru þeir komni með það inn í höfuð. Þetta sé ekki svona, þetta sé flóknara. En þeir eru að einfalda þetta, ég myndi frekar segja það. Já, ef þeir taka ekki tilliti til þess að séu staðbundnir stofnar. Þetta er svo stórt og svo kom svo mikill fiskur frá Grænlandi og þá en ekki núna og svona ýmislegt. Þá var eiginlega mitt svar við því. Ég hef haft í lána að fagna að vera búin að rannsaka kannski 100 vötn. Það er 40 vötn í Noregi. Og ég er búin að fara í sjóin, ég er búin að fara í þorskin, ég er búin að fara í laxin í Skotlandi og svo frammis út um allt. Og þá er maður að skoða 40 vötn þar sem ástand fisksins er mismundur. Sumstar eru stórir og bragðgóðu fiskar, annars það eru litli kvikindi og svo eru kannski vötn sem eru með urriða eingöngu, svo eru vötn með bleikju urriða, svo bleikju eingöngu, eða bleikju urriða og hotsíli. Allar kombinasjónir af ýmsu sem kemur upp. Og það er yfirleitt í þessum vötnum sem ég hef verið að vinna í, þá er ekkert veitt að gagninu með einhverju stöngu eða eitthvað þessum. Þannig að það er engin áhrif á stofnin og þú kemur ekkert og segir, heyrðu, hvað er þessi fiskur sem var hérna í fyrir? Hann var örugglega ekki veiddur, hann bara drafst. Og þá voru að fara að skilja það og skýra það út frá mismundi. Þannig fari maður reynslu. Og líffræðin er alveg eins hvort hún er í söltu vatni eða fersku vatni eða bara upp á jörðinni, grassi eða kindum eða hvað svo vilt. Þannig að ég er alveg sallarólegur í þessu. Þeir gera sér ekki grein fyrir, þeir halda sér bara eins allstar. Svo sagði það, já, það var náttúrulega þarna, veitis lítið að þorskið þarna og hann var horar á þessum árum 82 og 3 sko. Það var vegna þess að vantaði loðluna og hans aðal fæðu. Já, sagði, það getur vel. Hann var búinn að éta hana. Það er svona hlutir. Þá hefði lausnin verið svo að veiða meira. Það hefði verið fyrir að draga úr veiði. Og áður en þetta var. Norrmennirnir hafa núna þá filosófíu, þeir brendu sig á þessu. Að veiðin fór niður í ekki neitt, selurinn flúði í land, svartfuglinn dó og selurinn gerði invasjón af fæðuskorti af því þeir eru alltaf að geyma fiskinn, drógu sókninni, útlendinga drúð. Eftir það tókuður upp þá stefnu að veiða það mikið að hefði ekki áhrif á fæðuna. Og hafa það enn, að það verður að veiða eins og Starri sagði Garði. Verður að veiða. Og þá eru þeir með þannig að þrýsti. Þeir eru að veiða 1.000.000 tonn á þorski, eins og ég gerði áður, til þess að hann gangi ekki á loðnustofni meðal annars. En þetta er eina þjóðin. Svo fór ég verið það að allstaðar í kringum okkur gerist það sama. Ég varaði þá við í Eystrasalti. Fiskurinn er farin að vaksa hægar og eða ætla að fara að draga úr veiðum og stækka möskvann, þá endar það með skelfingu til langra framtíðar. Ég ráðleika ykkur að gera þetta ekki. Ég skrifaði 4 skýrslur til það. Ég svöruðu því aldrei. Nú er Eystrasalti búið að vera lokað í 2 ár fyrir öllum veiðum. Og víst hvernig það jafnar sig? Já, það jafnar sig ekki fyrir að rífa í og taka í og veiða. En þá er engin, sko, þá er... En þú getur ekki lagt það til miða við rökin sem er á bakvið núverandi stefnu. Nei. Þú getur ekki lagt það til að séu ekki veiði þegar þau fáir og litli fiskar. Þeir vildi ekki hlusta. Þeir vildi ekki hlusta á þessa ráðleggingu að þið verði, ef að fiskurinn á horast, þá verði það auka veiðarnar, alveg sama hvað ykkur finnst. Þetta er bara náttúrlögumál, ekki satt?
Þú segir Þú það? getur ekki friða sveltandi fisk. Nei, og ekki geimt hann í hafinu. Nei. Og sótt hann þegar hann er orðin stór og feitur. Fangarnir í Belsen hefðu haft meira, hefðu slátrað helmingum á þau og með sömu matagjöf. Nei, þetta er nú ljótt, en þetta er allstaðar í dýraríkjum. Ok, Jón, frá upphafi hefur þú gagnrýnt þessa stefnu. Já. En allan tíman hefur hún verið rekin og ástæðan fyrir því að þú segir að það hafi verið lítið talað raunverulega fiskveiðistjórnina sjálfa, meira kvótakerfið og réttlæti innan þess og ólíkar aðferðir og aflagjöld og alls konar dóttir. Ástæðan fyrir að lítið rætt akkurat þetta er að stefna Hafrannsóknastofnunar í fiskveiðistjórn er óumdeild á Íslandi. Það er best available science. Já. Og það segja allir, þú getur hlustað á stjórnmálamenn og alls konar flokkum. Það er að við erum að deila kvótakerfið og svona, en hins vegar hefur það reynst okkur vel sem fiskveiðistjórnarkerfið, þú kannast við þetta. Já. Hvernig verður við þegar fólk segir þetta eins og almennt tíðindi? Ég er bara vanur, ég segi þeim annað. Þú upplifir þetta er bara algjörlega ránt. Já. Kerfið hefur ekki reynst okkur vel sem fiskveiðistjórnarkerfið. Og það að endurskoða ekki kerfið er refsivert. Þú sér að þegar ég byrja á tilhörinni þá er 6 ára þorskur, hann er 5 kíló, hvort það er 5 4 mánuð setna þá er hann 4 kíló. Stærsti fiskurinn hóraðist mest. Af hverju? Af því að hann þarf mest. Og svo þegar gerist það að fiskur hafa verið að draga, þeir ákveða friða, sem að þeir ákveða að bæta 2 árgangum við í stofnin í uppeldiskerfinu, eins og kjúklingabóndin sem hefði ekki slátra alveg strax og kaupa nýja unga þegar hinn eru hálfvaxnir. Þetta er svona svipað. Að þeir ákveða að, og forsendan fyrir aukningu í stofnstæðar hlýtur að vera svo að fæðan sig í yfirmagni. Og síðan gerist það á nokkurum árum að aflinn fer vaxandi að því að þessi fiskur sem var svo friður, fyrst fer hann að banka á dyrnar til að láta veiða sig, er að segja hún fjölgar og síðan fer aflinn vex og hann vex í 460.000 tonn 81. Hann hraðfellur svo í 300.000 tonn 2 ára setna. Það er helmingun. Það þótti algjört skandal og þurfti að grípa til örþrifaráða. Það var túlkað sem ofveiði. Ég sagði strax, þetta er ekki ofveiði að fiskurinn hórast. Núna erum við í 200.000 tonn. Minna heldur en þótti algjört skandal og hafði aldrei skeð í sögunni. Og menn mæta og réttlæta það með einhverjum hætti. Já, í staðinn fyrir, ég sagði það þarna, þegar að maður sér svona að árangur tilraunarinnar var neikvæður, hvað gerir maður þá? Maður endurhugsa dæmið. Það var ekki gert, það var bara fundið frekar rök fyrir að halda áfram. Já, og svo er haldið áfram, þá kemur nýr skellur og þá er heldur ekkert gert og haldið áfram og enn er haldið áfram. 40 árum síður. Og svo er eitt sem er gert, Jón. Það er að við hættum bara að hlusta á gagnrýnendur. Að þá er meiri sátt kerfið. Já, og öllu svara með þögninni og ég vissi það að forstjórinn á sínum tíma, hann hringdi í ákveðið blað sem hafði spurt mig og ég hafði svarað. Akkur eru það að tala við þennan mann? Spurða blaðamennina. Það er að hræða þá, það er að hringi í þá. Einn gagnrýndi háskólan, Einar Árnason, fyrir það að vera með stofnstarði í Humri held ég með 3 aukastöðum. Tölfræðilega bara var þetta kjánalegt að vera að gera svona. Og Jakob fór upp í háskóla og skammaði rektor og rektor sagði, já þetta er nú hans skoðun en ekki skólans. Svona er þetta búið að ganga allan tíman. Þegar ég fyrir til útlanda þá er ég fyrir að fara huldu höfði vegna þess að það var alltaf búið að sega á mig alls konar fólki úr systurstofnunum Hafró og vara við mér. En svo ef við færum yfir söguna ég hef búin að þóla þetta alveg, það er allt í lagi. En ef við færum yfir söguna og færum bara næstu 50 ára aftur í tíman þá er Hafrannsóknastofnun ekki eitthvað til
og heldur í fram að niðurstaðan verði þessi, þú segir nei, hún verður þessi og þú reyndist þá rétt fyrir þér. Og svo getum við bara labbað í gegnum alla þessa sögu og meir og minna saga þessi. Það var svo stofnum sagt, nú gripum við til þessar aðgerða og niðurstaðan verður þessi. Og þú segir nei, hún verður þessi og þú reyndist þá rétt fyrir þér. En samt engin fólk árað að komi. Nei, og eitt náttúrulega þinn heiður og meðferðin á þér og svona, annað náttúrulega meðferðin á þjóðinni og fiskistofnunum sem að hún á. Þessi stefna hefur kannski leitt til þess að það vantar ég meina það verður svo fáránlega tölur ef við myndum reikna þetta, við vorum að tala þúsundir milljarða á 40 árum sem hefur farið í byggðir landsins af einhverju þrákelkni. Og svo fer mér að spá í það, betur hver stjórnar þessu? Hver græðir, það er alltaf góð spurning. Já, ég veit ekki hver græðir, en hver stjórnar þessu? Það er það ekki djúpríkið? Ég veit ekki, það er stórútgerðin. Græðir stórútgerðin? Nei, sko, ekki bara það. Hún stjórnar lokalt, en hver stjórnar þá henni? Það er þannig, það er svo skrítið, takt eftir því, að hér kemur fiskveiðir ágjöf hjá Hafró, þeir sem komast að þessu svona. Það er niðurskurður upp á X-tón og hann má veiða svona sem að. Já, og við erum búin að senda þetta til Kaupmannahafnar og þeir eru búin að stimpla þetta. Þú voru að senda niðurstöðu þínar sem vísindamann, sem vísindastofnar til Kaupmannahafnar til þess að þeir gúteri vinnuðina þeirra. Hvað er þetta? Miðstýring. Þetta er stýring, þetta er stjórnun utanfrá. Svona gildir allar þjóðir. Það er einu þjóðirnar sem að hafa ekki skitið þetta. Það eru Normenn og Rússar. Þannig að vandamálið er ekki stórútgerðin, þóttum sé vandamál lokalt. Heldur er vandamálið það að vísindasamfélag fiskifræðinga í heiminum hafa sætst á þessa stefnu sem að þú telur verið ranga. Og vogaðu þeir að hafa aðra skoðanir, þá fá þeir ekki verkefni. Ég veit þetta bara. Og það er svolítið merkilegt að við vorum í Danmörku að kynna færiska kerfi, ég og ráðherrann. Og þar kemur einn toppur í ISIS á fundin. Og hann ISIS er ekki hryðjuverkasamtökin? Jú, það er sko ekki hryðjuverk, ég segi, það er þetta central organ sem er kostað Evrópusambandinu. Fiskistjórnunar. Já, fiskistjórnunar átt að vera sko. Því að var í fréttum hér ríki ISIS í Sýrlandi árum áður. Já, það er ISIS. En sko, já, þeir stjórna þessu og eru með þessa hugmyndafræði og það var miklu þægilega að drekka ölið með þeim að vera ekkert á mótið þeim. Í Kaupmannahöfn, fara 2-3 ári í Kaupmannahöfn. Og hann hjólar í mig og segir, djöfusins vitleysar í þetta er ekkert svona hjá okkur og þú ætti nú bara að koma á fund hjá okkur og við getum rætt þessi mál. Ég sagði, nei, það er ekki hægt. Það er alveg vonlaust að ég fara á fund einn á móti öllum. Ég veit alveg hvernig það fer og hvernig ég hef reynsla því og ég vissi það að áður fyrir að það var einn norsku vinur minn sem var að spyrja spurning og þá var að spyrja, hver er þessi maður hérna? Hvaðan kemur hann? Og þessi maður, hann sagði að þetta væri vitleysa, ég sagði, þetta er bara reynslan, þetta er svona og þetta er mín skoðun og ég tók hann bara í gegn fyrir að vera það sem ég svaraði hann alveg fullum hálsett og svolítið skemmtilegt að koma í BT og svo förum við Jörgen ári seinna niður til Brussel til fiskveiðinefndar EB og fórum þar að segja frá færiska kerfinu inn í sal, stóra salnum með 20 litlum herbergjum þar sem að þýðendurnir eru uppi sko þýði yfir á sín mál þá sé ég þessi maður sem að hafi hjólað í mig þarna í Hirsals hann kemur undirnar og stillir sér upp og fer þarna eiginlega á aftasta bekk og er þar með hann að við erum að tala Sigurjón Þórðarsson var með mig líka og svo þegar við erum búin þá fer hann fram hann heilsaði mér ekki hann var að njóstna hvað eru þeir að segja? Þetta er svona. Herðu, en svo að ég skilji þetta sem venjulegur maður upp á landi. Nei, ekkert venjulegur, já. Ef að það er þannig að stórstofn hann horast og þess vegna verðum við að veiða
En ef að við veiðum ekki, áður en að við komum, mannskepnan, að þá var einhver sem að lifði á þorskinum. Ætti þá ekki að vera blómlegt líf þeirra sem að lifði á þorskinum, sem að lifa einhverja góðsa tíma og þeir geta bara veitt eins og vilja? Náttúran ekki alveg svona. Nó. Sko, ef við lest annála, þá séu það hörmungar fiskveiði ár við Faxaflóa en fínt fyrir norðan. Það var bara hungursneið hér. Það ég 2 ár, svo allt í einu mjög gott fiskveiði ár en fyrir austan var lélegt og svo kom kannski gott allt land, lélegt hér og lélegt þar. Fiskstofnin var undir engu áræti frá manninum. Hann var undir bara sínu áræti og þó það væri enginn að éta hann, þá ertu með þessar stofnsveiflur sem eru innbyggðar. Það að segja fiski og setur fisk út í vatn sem ekkert í, þá séu það hvernig stofnin stækkar og svo stoppar hann. Vegna þess að það ekki matur. Hann stoppar að stækka. Svo kemur þetta af einhverjum ástæðum, hvort það samkeppni og allt þetta eða að hætta að koma ungar, þá hreinur hann hverfur. Og hann gerir þetta alveg óháð því hvort að vera að veiða ekki eða éta. Og það þarf ekki að vera svona predator eins og við þarna fyrir ofan. Nei, það þarf ekki að vera það. En hann fer að sveiflast svona og stundum mikið og stundum lítið. Síðan kemur þetta með inngrip okkar. Akkur ekki sveiflur í fjárstofninum? Akkur alltaf sami fjölda kindum á sama bæ og sami lambi sem við selja? Það vegna þess að eina ráði til að draga úr sveiflum í náttúrunni þarf að slátra. Halda stofninum jafn stórum og gera það manúelt. Færeyingar gera þetta öðruvísi. Þeir eru með ítölu í beitarlandið. Það aldrei sett inn kind á þess að drepa aðra. Það alltaf sami fjöldin, þeir eru búin að finna út hvað fjallið þolir. Sem við höfum ekki gert reyndar. Hér árið var Tóri Jensen að kaupa fé og hann seldi til Skotlands lifandi. Hér átti að koma skip og hann búin að gera klárt og gemdi féð upp í Leirásveit. Þú veist hvað það er? Það er milli í KFM og hafðan tótið. Síðan villist skipið. Kemur ekki og svo sendt held ég annað skip og hvort það strandaði nema það var gríðalegu dráttur að taka þetta lifandi fé. Féð komst ekki neitt en það hóraðist niður og drafst mikið að því og var ósöluhæf vara vegna þess að það kláraði grasi sem því var beitt. Það hafði ekki mat og þá fer allt í fjandars. Þannig þetta gildir ju allstar, þú veist það sjálfur. Sjáðu fangan í Þýskalandi. Herðu, þetta hljómar allt augljóst og sagan ekki góð, alveg sama hvað stjórnmálafólkið og Hafrannsóknastofnun reynir að segja að tilraunin með að stýra fiskveiðum með þessu kerfi mistókst. Það tókst ekki að byggja þorskstofninn upp í 500.000 tonn og halda hann það stöðugt, þvert á móti, þá minnkaði hann og komin raunverulega niður í það sem var talið vera neyðarástand á því. Já, og fór tvisa sinni niður í 140.000 tonn. Og í umræðinni til þess að sætta okkur við þetta, að það var annars verið bara þaggaðir þeir sem að gagnrýna og svo þeir sem að viðhalda kerfinu bara finna ný rök fyrir að staðan sé góð, sama hversu slæmun er. Og þetta þekkjum við bara í gegnum mangi svona mörgum ástæðum. En þá komum við að deginum í dag að loksins að þá fær gagnrýnandinn 20 mínútur til þess að leiðrétta þetta og þá vil ég spyrja þig, hefur þú trúað því að þú hafir sveikt stefnu þessar nefndar í dag? Ég veit það ekki ég veit það ekki en ég fekk algjöran frið til þess að tala og ég var komin kannski á tíma en átti svolítið eftir og það var enginn sem fann að því að ég færi aðeins yfir tíman og það var allir með eyru og augu opin og fannst þetta interessant fyrirlestur og ég fekk margar spurningar fyrst frá Hafró þeir voru nú að gagnrýna þetta væri nú ekki rétt og þetta væri ekki svona í Færeyjum, þetta væri ekki svona Grænland og allt þetta en Við fengja trúverðuleikan með því að benda á einhver ekki smáatrið en svona minni atrið inn í þessu til að kasta rýrið á heildina sem voru ekki eins og rétt. Nei, við þekkjum þetta úr umræðinni. Já, bara búið til og svo, en allir aðrir voru mjög áhugasamir og spurðu vitrætna spurninga
eins og hver eru áhrif veiðarfæra á botn og svona, ég sagði, þá fór ég í þetta, það mismunandi sko ástandi hverjum firði, í fjörðum það sem ekkert veitt, það bara smáfiskur, sjá Hvammsfjörð, þetta er ekki fiskurinn í Hvammsfjörði, það bara aldrei veitt þar. Og ég fekk mjög fína spurningar og menn virtust bara ánægðir. En þetta meginatriði sem að fiskveiðistjórnunarkerfi væri í grunninn rangt, því að þegar þau fara að spyrja veiðarfæri og hvernig þau fara í botnum, þá að tala annað. Það sem er merkilegt við þetta, Jón, er að það sem að þú ert að gagnrýna kerfið á, það eru svo stórir hagsmunir að við eiginlega getum ekki ímynda okkur það eru svo stórir. Auðvitað eru miklir hagsmunir í ólíkum veiðarfærum og smábátar og strandveiði á móti tógurum og byggðirnar og þetta er allt miklir hagsmunir. En í samanburði við tækjum hvert einstakt atriði af þeim, að þá er það sem að þú ert að gagnrýna, sem er að segja það að við getum sko sótt 1000 milljarða meira í þessa stofna. Það er bara svo stórt. Já, ég veit að það er stórt. Upplifur það á fundunum að fólk hafi áttað sig á því að þarna var eiginlega, lættum við ekki að vera að ræða neitt nema það sem Jón er að segja, svo afgreiðum hitt bara seinna. Því að margt af því sem við erum að deilum núna, út af því að við erum svo fá að fiska, margt af því getur bara hreint og mynd leist ef við myndum fara að ráðleggingu Jóns. Já, ég er alveg klár á því, en það kom ekki, sko. Menn er ekki farin að átta sig á þessu, held ég. Af því að til þess að skýra vittlisuna, þá var alltaf fundið upp eitthvað alls konar dót. Eins og að trollin sé orðið svo þung og æðilegi botnin. Nefndu það bara, það er alls konar afsakanir sem eru búin að vera til þess að leiðrétta, til þess að verja það að þetta hafi ekki tekist. En grundvallar forsendan, hún virðist ekki fá að koma inn því að á fundinum og undan mér hafa verið að ræða hvort þetta vera uppboð eða hvort það væri svona margir taka milljarð þarna eða eitthvað svona í sambandi við þessi leigugjöld af auðlindinni. Þeir geta að tala endalaust um það. Lausnin á því er svo sára einföld að menn hljóta bara hoppa yfir hann og sjá hann aldrei. Ef menn vilja taka gjald af útgerðinni, ég sagði það við þá taki ég bara gjald af lönduðum fiski, bara borgar x krónu fyrir kíló sem það landar. Það er alveg eins og þú borgar virðisauka? Veistu hver svarið var við þessu? Nei, hvað er það? Já, en sko það verður að taka tillit til afkomuna. Þá segi ég, heyrðu, það pínir menn í það að vera með bókhaldsbrellur. Og segir, tap þarna, kaupa tapið einhvern djöfulinn, það hlýtur að vera sanngjarnt fyrir alla, hver einasti maður, eins og fiskkaupmaðurinn, hann borgi greiði af því sem hann tekur. Það er bara eins og virðisauki, það er bara, borgargjald, ég er ekki að segja sama 24%, en ég er bara á sama tíma og hérna þú landar, þá borgar þetta gjald. Já, bóndinn segir mér, ef þú kemur og tekur upp róum, þá tekur upp 2 poka, þá fær þú 1 poki viðbót, sjálfur. Ekki segja, það verður að borga það sem upp kemur, strax, en ekki borga eftir bókhaldi síni bara tap, og það borgar ekki neitt. Og það leiðir til svona hluta, sko. Ég er ekki að segja þetta sem gerir. Kannski ég ætti ekki rétti maður til að spyrja um það, en af hverju heldurðu að samfélagið vilji eiginlega síst ræða kvótakerfið og fiskveiðistjórnarkerfið út frá þessu sem þú ert að benda? Af því að þú, eins og ég var að vísa í áðan, að það var oft látið eins og það sé óumdeilt að fiskveiðikerfið sé gott. Það heitir ýmsum nöfnum, þetta heitir sjálfbærni, fara vel með og láta náttúruna njóta af afans. Við mig er sagt, þú vilt bara drepa og drepa. Það er ljótt, ekki sagt. Það veit ekki. En þetta heitir ekki að drepa, þetta heitir að nýta stofnin. Akkur bændur að drepa allt fésitt, þetta er djöfulegt. Eða kjúklingabætur eða hvað vilt. Það er bara einhvern veginn prentað inn í fólkið. Það er hægt að setja allt í nú. Ef þú spyrð Íslendinga hvort það er áhyggjur af súrnun sjávar, þá svara 60% já, mjög miklu. Það er búið að segja þetta svo oft. En hann er ekki að súrna. Hann er ekki að súrna. Nei, og sama loftslagsbreytingar. En súrnun sjávar er hluti af þessari hálfleiksskýrslu. Hann er ekki að súrna. Og það er verið að auka fjármagn í rannsóknum á súrnun sjávar og verið að undirbúa aðgerðir vegna súrnunar sjávar og það er alls konar verið að gera út af súrnun sjávar. Já, og svo segir ég segi, heyrðu, á 100 árum án að hækkum 0,1 pH-stig.
hann er basískur núna, ekki súr, og hækkun svona, já, við vitum ekki hvaða þolir, hvað svona litla breytingar hafa mikil áhrif. Þá segir, heyrðu, við erum með hérna 11 watt, þar er sýrustig 7 á veturnar, en það fyrir upp í 10 á sumrin. Það er mörg þúsundfalt þetta sem að þeir eru að tala. Það er engin áhrif á neitt. Jæja, það er bara... En ég er ennþá velta fyrir mér, af hverju sko samfélagið ræðir ekki, er það af því að okkur finnst það bara skynsamlegt að til þess að venda stofnin, að þá veiðum við minna. Já. Það er bara brjóstvitið. Já. Menn halda það að sko segja það í rjúpunni, rjúpa sem þú drepar á haustin, hún verpir ekki að vori. Nei. Það er alveg rétt. Það er margar aðra sem að sjá þetta bara. Það er svo ríkt í fólki, svo auðvelt að fá allir að skilja það. Ef þú drepur ekki dýrið, þá ertu ekki að ganga á stofni. Það er ekki þannig? Nei, það er bara ekki þannig. Sjáðu svínin í Evrópu. Það var villisvín og hvort það, ég man ekki hvað það var, en sagan er góð. Það er alltaf aukast veiði á villisvínum. Þeim er alltaf að fjölga. Það er vegna þess að stofninum er haldið í yfirmagni fæðu. Og í gildurnar eru ekki lengur með 6 grísi, heldur 10. Akkurru að það er meiri matur. Með því að skjóta þá eykur fæðin á hinum og pródúksjónin eykst. Og það ættum við að gera við fiskistofnina. Refurinn í Noregi, hann sveiflaðist mjög mikið eins og rjúpan, upp og niður. Svo farið að skjóta mikið ref og borga fyrir það. Þá var stofnin alltaf eins. Herðu, ef við færum að veiðir ágjöf Jóns, hvað mættum við veiða á þorski á þessu ári? Við mættum veiða bara allt sem við getum, held ég. Sko. Og hvað heldur það yrði? Ég get ekki svarað þér því vegna þess að flotin hefur minkað svo mikið. En allavega 100.000 tonni viðbót, við erum með rosalega öflug skip. En ég hef nú viljað byrja á því að lofa þeim bara að halda þessum kvóta sínu. Þeir eru ánægð með hann í dag, ekki satt? Jú, þeir verja hann. Og svo bætum við öllum hinnum. Þeir fögnuðu þessari hálfleiksskýrslu af því að það væri raunverulega staðfestíkað og kvótakerfi væri besta kerfi í heimi. Já, við megum ekki tala svona endalaust, þú veist það sjálfur. En ég myndi byrja á því til dæmis að þú getur ekki láta að éta heila spægipilsi í einu, þú lætur að éta einu og eina sneið. Og við skulum bara segja, gefa trilluveiðar frjálsar, byrja á því, á fjölgatrillum. Síðan gefa landróðrabátum frjálsar hendur. Svona klassískum vertíðabátum. Já, og svo framvegis. Og leyfa grásleppgötunum að taka þorskin í land sem þeir fá, þá myndi fyrir að draga á hverjum degi og setja fínan fisk í land og utan kvóta og allt þetta. Í staðin fyrir draga þeir að 3-4 daga fresti og þá fiskur hún álítur í netum. En þeir með að samt ekki koma með hann og þeir með samt ekki hendur. Hugsaður að það kemur fiskur í netjöður og hann er étinn að marflóa 3 dögum og mátt ekki hendur hann. Þetta myndi breyta sjávarbyggðunum í Íslandi ef þetta er farið. Bara þetta litla. Það myndi bara kveikna líf í öllum höfnum. Sko ekki bara það myndi kveikna líf í öllum höfnum og síðan bara hvað strandveiðikerfi sem er mjög lítið gerir og túrismi í samband við sjóstákaveiðar en þeir þurfa að kaupa sér kvóta og það myndi leysa annað, myndi leysa umferðarvandamál í Reykjavík. Fólk myndi flytja. Út á land? Já. Akkur? Það er gaman að vera og gott að vinna og að gera, ekki satt? Það fólki flutti í bæina því að fiskveiði stjórnunarkerfið ítti undir fólksflutninga landsbyrni til Reykjavíkur. Já, þá er nú einn með góðum að segja mér hvort það veri ekki bara hægt að sækja, fara í mál og sækja skaðabætur vegna þess að þetta var valdbeiting á landsmenn. Þeir þurftu að missa atvinnu sína, mátt ekki stundana, húsin eru verðurlaus. Þau báðu ekki þetta. Nei. Hópmáls og þingeyringa gegn ríkinu fyrir að hafa eyðilagt þingeyri. Já,
sem samfélag sem náttúrulega eitt af þessum sem að fengu mikið högg og liggja sem er litið enn þingari. Svo Bakkafjörð. Bakkafjörður. Rauðurhöfn. Þetta gassalegt. Það er ágætt að tala á þessum nótum til þess að fólk átti sig á því að við erum að tala gríðarlega hagsmuni. Já. Þetta er líklega þetta er með stæðstu málum í seinni tíma Íslandssögu. Já. Þessar ákvarðanir. Já. Og virðist ekki vera nokkulega brotið. Ég hef þó vonir það að þetta inngrip mitt í dag, það var þó minnst að skref í hreináttana, menn neyðaslega svo. Ég sagði það, ef ykkur vantar aðstoð, ég er tilbúin hvernig sem í litlum hópum því ég á svo ofboðslega mikið af gögnum sem að öll nýga því sama. Við sjáum til hvort að 20 mínútunar sem eru orðindan lengri, við vonum hvort að þær séu sprungan í vegginn. Við vonum það. Jón. Berlínarmúrinn. Jón, gaman að fá þig hingað, alltaf gaman að spjalla við þig og gangið vel í þínu. Takk fyrir. Við snúum okkur að næsta máli eftir augnablik. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.